Sælverði og velkomin í þáttinn Fasteignir á heimili. Nú sumarið komið og verður þessi þáttur svolítið tileinkaður sumrinu. Við ætlum að byrja á því að hitta Björn Jóhannsson landslagsarkitekt og ræða húsin sem þeir hjá Urban Beat að koma með á markaðinn. Hins vegar ætlum við líka að fara í Fornalund hjá BM Vallá og ræða við Björn hellulagnir og hellur. Við heimsækjum einnig Reyni Kristinsson hjá Fasteignaskoðun. Við ætlum að ræða við hann Reynir ástandsskoðun fasteigna. En við ætlum að byrja á því að fara til hans Björns Jóhannssonar landslagsarkitekt hjá Urban Beat. Velkomin í þáttinn, Björn. Já, takk fyrir það. Takk fyrir það. Þegar ég var að skoða þessa nýjustu hönnun ykkar hjá Urban, þessi hús sem eru forhönnuð og þið eru byrjaðir að kynna. Getur aðeins sagt okkur frá þessum húsum? Já, þetta er gamall draumur hjá mér. Já. Ég búinn að vera að hanna garða í kringum hús sem arkitektar hafa teiknað í mörg ár. Já. Og mörg hús eru teiknuð innan frá og út. Já. Önnur hús sem eru teiknuð innan frá og inn. Já. og þetta er búið draumur hjá mér að vera með hús sem er teiknað jafn mikið utanfrá og inn eins og það er teiknað innan. Já. Og það bauðst þarna tækifæri með honum Ella Fells sem rekur fyrirtæki sem heitir Arno. Já. Og svo ég með mjög flotta samstarfsaðila í Stokkhólmi, Andrew og Klöru sem eru með AKA Studio Stockholm. Já. Og við settum saman svona teymi til þess að láta þennan draum minn verða veruleika. Já, þannig að hann orðinn að veruleika. Hann orðinn að veruleika. Við erum komið með frumhönnun á þessu húsi. Já. Og við erum með nokkra aðila núna sem að skoða það hvort að þeir geti sett þetta upp sem sumarhús. Já. Og það nú bara kemur í ljós á næstu vikum hvort að við förum ekki að byggja bráðum. Já, þetta mjög spennandi. Þetta rosalega fallegt. Ég sé að þarna ertu komið með einn, það sem bara mikilvægt og gaman að vera úti eins og inni við. Ég sé þetta tengist heimilinu svo vel. Já, þetta Útisvæðin eru svo aðlaðandi og bara freistandi að hafa þau. Þú veist, tengir við svefnherbergið, eldhúsið, stofuna, ýmiss konar svæði. Segðu okkur aðeins frá. Já, þetta svolítið, þetta svona maður kannski í venjulegu húsi með 40 fermetra eldhús og 60 fermetra stofu. Já. En þarna erum við með 200 fermetra pall þar sem hluta af honum stofan og eldhúsið inni. Þannig að við erum alltaf komið með miklu stærra svæði. Já. Og þetta hús hugsað þannig sem að þetta hús sem ég var að sýna í myndbandinu hugsað þannig að það stærsta útgáfan af húsinu okkar. Það stærsta útgáfan? Það stærsta útgáfan. Já. Og þar erum við með 4 svefnherbergi, 1 auka unglingaherbergi, turn ofan á því og þetta 250 fermetra hús. Þetta bara stórglæsilegt. Já, en grunnhúsið 110 fermetra sumarbústaður. Og síðan hægt að bæta við einingu austanmegin með 2 svefnherbergjum, vestanmegin með bílskúr og unglingaherbergi og fyrir þá sem eru með til dæmis útsýni yfir jökla og annað, þá hægt að setja turn á húsið og þá breytist eitt svefnherbergið í stiga og geymslu undir stiga. Já, það er glæsilegt. Þarna þú veist, ef maður með svona turn og eins og segir með fallegt útsýni, eitthvað sem fjöll eða jökli eða annað, þá ertu bara komið lifandi málverk. Já, þetta alveg, eins og ég var að segja áðan að kona mín hefur aldrei viljað byggja nokkurn skapaðan hlut, en leið og sá þetta þá sagði hún: Bjössi, nú verðum við að fara að byggja. Já, var þetta ekki? Ég get alveg tekið undir með henni og mér finnst þetta mjög heillandi. Þú veist, þú ert komin með, má ég segja, kannski rómantíska svæði fyrir framan svefnherbergi. Það gaman að fara út, labba út í morgunsólina og bara njóta þess að anda þessi fersku lofti. Svo ertu með annað svæði þar sem fólk getur átt saman kvöldstund og borða saman eða í hádeginu, hvernig sem það Svo það náttúrulega heitipotturinn. Heitipotturinn og svo má ekki gleyma í raun og veru kjarnanum eða hjartanu í húsinu. Já. Þarna stór skorsteinn sem gefur möguleika bæði á inni- og útiarinn.
Þannig að þetta svona, þú veist, ef að maður er að hugsa sko ást og umhyggju og hita að þá er þarna sko kjarninn í miðju húsinu og tengir saman inn og úti og myndar þennan skemmtilega hita. Og við arinin er líka útisvæði sem er yfirbyggt. Það er frábært. Og þetta er það sem ég er búinn að segja við arkitektina vinnu mína hérna á Íslandi í mörg ár, þú veist, látið þið það ekki ná lengra. Þú veist, búið til skyggni, setið hitara undir skyggnið og borðið úti þó að það sé kannski ekki alveg nóg heitt. Já, það er mitt og þú segir, þú ert komið arineld, eldurinn gefur frá sér hita. Þetta er, þú veist, þetta er ekta sem við Íslendingar þurfum. Þetta er það svolítið og svo náttúrulega eins og sko að nú sé ég fyrir mér að menn sé að kaupa svona hús, sérstaklega með turnútgáfunni fyrir þessi gömlu skógarsvæði sem að við eigum þar sem við verðum að reisa sumarbústaði í dag. Já. Þú veist, í Húsafelli og svona öðru stöðu sem má ekki segja frá, sko. Já. En þar kemstu upp fyrir skóginn með því að fara upp í turnin og þá er þetta allt inni komið með útsýni upp að jöklum og inn að eldfjöllum og allt þetta íslenska. Þetta er alveg algjör draumur. Og þið eru bara farin á stað með þetta. Fólk getur nálgast upplýsingar og fengið ráðgjöf og fengið ykkur jafnvel á staðinn og kannar aðstæður. Hvort það sé hugsanlega hægt að reisa slíkt hús. Já, við tökum bara hvert verkefni fyrir sig og þessi verkefni sem við erum að skoða núna, þau eru öll með einhverju smá svona sérhönnun. Já. Þú veist, til dæmis er einn sem ætlar að taka það sem við köllum family útgáfuna, sem er grunnútgáfan með tveimur stækkunum og önnur stækkunin er 2 svefnherbergi, en í staðinn fyrir að hafa 2 svefnherbergi þá ætlar hann að vera með fataherbergi og hjónasvítu. Þannig að sko það að taka og breyta örlítið hér og þar, sitja til dæmis stiga upp á þakið utanfrá og svoleiðis hlutir, það er bara hreinlega ekkert mál. En það er mjög einfalt að breyta þessu. Það er mjög einfalt að breyta og sérstaklega að því að við náttúrulega teiknum þetta, þurfum að teikna þetta inn á hverja lóð til þess að fá samþykki. Já. Og þá er voða lítið mál að gera einhverja breytingar og finna lausn fyrir hvern og einn. Já, akkurat. En er alltaf sami efniviður í þessum húsum? Þetta eru í raun og veru hefðbundið timburhús með miklu gleri. Þakið er sko á að líta út fyrir að vera flatt en hallar út fyrir alla útveggi innan þakkansins sem kemur þarna fram yfir. Þannig að þó að þakið sé svona 1960s Prairie House flatt að sjá, að þá er það ekki flatt, heldur hallar það og vatnið er allt sem sagt, tekið út fyrir útveggina. Þannig að áhyggjurnar af flötum þökkum eru ekki í þessu húsi. Þetta er spennandi kostur og það er frábært að hafa þetta val og geta farið og fengið sér svona hús. Bara hlakka til að fylgjast með ykkur áfram í framtíðinni. Takk fyrir það. Næst eru það auglýsingahlé en farið ekki langt því við ætlum að heimsækja Björn aftur og fara í Fornalund. Við erum komin hérna í Fornalund, Björn, hjá B.M. Vallá, ekki rétt? Jú. Geturðu aðeins sagt mér hérna frá tilurð þessa staðs? Sko, ég veit náttúrulega ekki allt. Nei. En ég byrjaði mitt ástarsamband við B.M. Vallá 1994. Já. Þegar ég ráðinn hingað inn sem sölumaður í hálft starf. Okay. Og síðan erum við þarna í einhverju gömlum litlum sumarbústað sem stóð þarna þar sem söluskrifstofan stendur núna. Já. Og ég var hérna hálfan daginn að selja hellur og svo kom fólk og spurði hvort það væri ekki hægt að fá einhverja ráðgjöf og skissa eitthvað og svona. Þannig að það þróaðist upp að við eftir hálft ár þá vorum við farin að bóka tíma og ég fikk lánaða skrifstofu og fólk kom og fékk litla skissur og teikningar. Já. Og þá var þetta svæði nú þegar komið. Þetta hefur verið, þetta fekk verðlaun 1991, þannig að þetta hefur komið fyrir þann tíma. Já. Og er byggt á svæði sem að maður sem heitir Jón Dungal ræktaði upp. Skilst þetta hafi bara verið svona hálfgerð órækt og mýri þegar við byrjuðum hérna. Ég skil. Og það var gert svona fallegt, það var gert þessi huggulegu staður, þessi Fornalundur.
Já, Já. já. Og þetta er svona þetta er fornsteinn í forna lundi Já. og þetta er allt rómantísk munstur, það eru blævængsmunstur hérna Já. og svo eru alls konar annars konar munstur og ég velti mikið fyrir mér í dag sko hvort að sko rómantíkin sé ekki bara að koma aftur. Já, það séu svona stefnur og straumar sem að fylgja rómantíkinni núna. Sko það hefur verið þannig, þetta hefur verið allt í fúnkis, allt funktionalismi, allt á að sko þú veist vera, þú veist, pottþétt, stikað, niður og þetta á að gera þetta hérna, það á alltaf að vera ferkantað og alltaf vera sko, þú veist, það má ekkert viðhald vera. Það er allt viðhaldsfrítt. Já, en svo sko veltum við fyrir sér býtu, en af hverju ekki viðhald, þú veist? Hvernig með þessi svæði sem að fengið mikla ást og umhyggju, er það ekki, þú veist, er það ekki þar sem er viðhald í gangi? Þannig að ég get alveg séð fyrir mér á næstu árum, tala ekki þegar vinnuvikan styttist, að svona stíll, rósir og rómantík og allt þetta verði. Og gosbrunnar. Gosbrunnar og tjarnir og, þú veist, ég held að geti þetta, sko næstu 20 ár geti verið svolítið skemmtilegt tímabil. Já, hljómar vel. Þannig að. Já. En hérna við ætlum að skoða aðeins meira hérna. Ég var svona að fara með þig hérna inn í gegnum skóginn. Já. Og fara þá yfir á næsta svæði sem er svona kannski ekki rómantík, heldur kannski meira ensk klassík. Ensk klassík. Já. Hvernig lýsir enskri klassík sem fáum á? Ensk klassík er svona, það eru kannski klárar línur, það er symmetría og það er svona klippt og skorið en í formum. En í formum samt, já. Hér erum við komin á þetta tímabil sem þennan stað sem endurspeglar svolítið þetta enska stílinn og svo er þetta hérna, þetta er fimmtudagsskrifstofan. Já, þetta er fimmtudagsskrifstofan. Já, hingað kem ég á fimmtudagsmorgnum og sit hérna og hitti kannski 10 til 11 viðskiptavini í Valla og ráðlegg þeim með garðinn og hellur og þetta sem að þarf til þess að koma þessu efni frá sér. Þá ertu líka, getur þú sýnt þeim þessi sýnishorn og farið yfir þetta með þeim, bæði náttúrulega raunverulega og náttúrulega hvað ég sé á netinu. Já, það er reyndar sko, þetta er ekki nema 3 korter, þannig ég hef kannski ekki alveg tíma til þess að fara og sýna þeim allt. En það er hins vegar, jú, ef það er eitthvað sérstakt sem að spá í þá er þetta að skjótast út og skoða og svo sitja hérna með tölvuna og teikna í þrívít svona litlar útfærslur. Það er frábært. Þannig að þetta, já, þetta komið svolítið vel út. Já, og er ekki mikið sótt í þetta? Jú, mér skilst núna að það sé svolítið fullbókað núna. Það er alveg, ég held að fólk þurfi bíða í nokkra vikur eins og staðan er í dag. Já, en það er náttúrulega þessi árstími. Og svo náttúrulega ef að fólk setur þetta í samhengi að þú færð hvort er ekki verktaka alveg eins og skott. Nei. Þannig að þó þú bíðir í 2-3 vikur eftir að komast að í ráðgjöf að þú þarf hvort er að bíða í nokkra vikur eftir verktaka. Já. Svona hásumar. Já, svo er það líka skjákjart, þú ert að hanna kannski draumagarði. Þú veist að gefa þér tíma og að melta, fara í ráðgjöfina og þú veist, þetta kemur bara ekki á einu degi þannig. Nei. Það tekur smá tíma. Já, bara, sko, þegar ég er að teikna fyrir fólk, nú náttúrulega teikna ég á teiknustofunni hjá mér, Urban Beat, að þar teikna ég náttúrulega miklu nákvæmar og miklu meiri teikningar og það er þetta að fá, þú veist, 3 útfærslur á sama svæði. Já. Og það sem tíminn fer yfirleitt í, það er þegar viðskiptavinurinn að taka ákvarðanir. Já, já. Þú veist, ég get sýnt þér alveg þú 7 flottar útfærslur og sagt þessi er flottust, en það er ekkert alveg víst þessi flottustur í þig. Nei, akkurat. Þannig að þá þarfst þú að spá og spöglera og segja, ok, ég er pínlítið þessari og svolítið þessari. Já. En hér hjá B.M. Valla er ráðgjöfur svolítið einfaldari. Þá erum við að tala um hellur og hleðslur og svona koma þér yfir á næsta þrep áður en þú ferð í framkvæmdir. Já, ég skil. Sko þetta er þá enska svæði hérna, með gosbrunnum og með þessum svona svolítið klippt og skorið, með flottri miðju sem allt geislar út frá. Já. Og við ætlum að enda á svæðinu þar sem að funktionalismin ræður ríkjum. Já. Og þú sérð þeim, eins og nefndir áðan, þú sérð alveg hvernig stefnur og straumar breytast í áranna rás, hvernig hlutirnir bæði koma og fara. Já, það er svolítið þannig að það sem að
ég er að vinna með í dag, Já. tilraunina sem ég er að gera í dag og það sem ég er með sko, efnið í svona þessum, svona hvað ég var að segja, meira útfærðu teikningu hjá mér, Já. það er það sem er orðið vinsælt eftir 7 ár. Já. Þannig að þetta er svona, ég svona fylgist þetta rosalega vel með Já. og ég sé sko, það sem að fólk er að tala um í dag, hvort það eigi ekki að fá sér og sér æðislega flott og svona, Já. þú veist, jú, það er alveg ennþá flott. Já. En ég var að vinna með það fyrir 7 árum, sko. Já, ég skil. Já, þú ert alveg þótt á undan. Já. Langt á undan. Já, þú veist, það er svona, og ég veist að við hönnuðinni gerum þetta svolítið. Við setjum stefnuna fyrir næstu ár, þannig að jafnvel núna þegar ég er að tala um rómantík, kannski verða allir rosalega rómantískir eftir 7 ár. Já, einmitt, já. Á ég að segja leyndarmál. Steypa nær fullri hörnun á sirka 15-16 árum. Sem að þýðir það að gamlar hellur, hvað var það styrk eru oft ekkert síðri heldur en nýjar hellur. Þannig að það er sko, þú veist, náttúrulega frábært að nota þetta úrval sem við höfum hérna. Já. En kannski ekki endilega henda öllum gömlu hellunum. Þú veist að ég er ótrúlega ánægð að heyra þetta nýja leyndamál hérna. Áttu fullt af gömlum hellum? Já, fullt af gömlum hellum. Já, þetta er mjög ánægilegt að heyra. En mér finnst nefnilega, ég verð að segja, mér finnst það mjög sjarmerandi því ég sé svona kantsteina hjá fólki, fallega steina á hellur. Það komið svona á kannski stóri hnullungar og mosi. Það er svona sjálfbær gróð, þú veist, það er svona ákveðin sjarmi yfir þessu. Þú veist, þetta er náttúrulega eins og, þú veist, það er allir sem kaupir þessar hellur sem spá í kemur ekki einhver gróður í fúðurnar. Já. Þú veist, þetta er bara umræðan alltaf, þú veist, ég vil fá hellur þar sem er engin gróður í fúðunum. Já, einmitt, þetta er mjög mikilvægt. Já. Og það er náttúrulega, sko, fyrsta ákvörðun er, sko, þú veist, finnst mér í lagi að þessi mosi í fúðunum. Já. En svo náttúrulega þarf að, eins og bara með allt yfirborðsefni, það þarf að viðhalda þessu. Já. Og aðalmálið að ef að þú smúlar alla mosan eða allt grassið úr fúðunum, að þú passir að setja nýjan sand í fúðunar. Já, verður ný sandur, já. Já, því að ef að þú skilur bara eftir bil, þá kemur moldið þar onni og þá ertu bara komið með kjör aðstæður fyrir mosa og jafnvel, sko, fífla og... Allan gróður. Já, núna því að við erum nú á fungisvæðinu, sko, þá eru þessar hérna hellur, þetta er eitthvað sem að ég og mínir kollegar hafa verið að öskra eftir í mörg ár, þú veist, bara stærra, þú veist, stærra því betra. Já. Þessar eru 60-60. Frekar heldur en að vera með þessi litlu. Já, bara, þú veist, það má nota bæði. Það má nota bæði, já. En þetta er sko loksins erum við með þetta tækifæri. Við erum með 60-60 hellur sem að þola bílaumferð. Já, akkurat, já. Þannig að það er, en svo náttúrulega kannski, þú veist, villar enginn þegar rómantíkin er komin aftur, sko. Akkurat, já, einmitt. En svo það er hérna hellur annað, ég spyr líka, það er líka þetta hægt að fá þess að kantsteina, ýmsu steina og jafnvel bekki líka. Já, þessi er, ég minnir að þessi heitir Piano og það er þetta að kynna sér það inn á heimasíðu BMWalla en hann var sérstaklega hannaður. Já. Þessi, annarkvort þessara. Annarkvort, já. Nú þarf ég alveg, nú upplýsi ég fáskú mína en... Já, þessi er mjög píanulegur samt. Já, það er rétt. Já. Það er rétt. En það er alveg sko fyrir ef eitthvað á að endast þá er steypa mjög gott efni. Já, og mæli með því að fólk sé með steypu og hellur. Ég mæli með að fólk velji það í garðana sem að passa sér. Já, ég skil þig. Og ef það eru hellur þá getur það komið og hitt mig hérna og fengið ráðleggingar í sambandi við það. Já, ég skil þig. Akkurat. En þær eru sterkar. Þær eru sterkar. Já. Endingargóðar. Og úr íslensku efni. Úr íslensku efni. Er það gott að vita að þeir Björn og fólk getur komið hingað til þín í Fórnarlund? Já, fólk pantar, það pantar þá tíma í gegnum netið eða með því að hringja í sölumennina. Já. Og svo kemur það og hittir mig hérna. Frábært. Og fara að spjalla aðeins hvað það eigi að gera skemmtilegt fyrir garðið næst. Já, frábært. Takk kærlega fyrir þetta. Já, takk sömuleiðis. Næst liggur leið okkar til hans Reynis Kristinssonar hjá fasteignaskoðun og við ætlum að ræða ástandsskoðun fasteigna. Velkomin í þáttinn, Reynir. Takk fyrir kærlega.
Ég veit að þú ert með fyrirtæki í fasteignaskoðun. Já. Og þið að taka út fasteignir, sem sagt ástandsskoðanir. Já. Hvað felst í því að vera með ástandsskoðun á fasteign? Já, ástandsskoðun felst, við förum þá á staðinn og skoðum eignina fyrir fólki, hvort sem áður það kaupir eða þegar það er búið að gera kauptilboð. Já. Og við bendum auðvitað fólki að gera það þegar það er búið að gera kauptilboð og fá það samþykkt, svo við sem ekki að fara í 10 ferðir fyrir fólki oft og séum að gera þetta svona eðlilega. Já. En í ástandsskoðunni felst það að við mætum á svæðið, við tökum eignina út eftir hvað fólk biður okkur að gera. Við getum líka að fara í svona hraðskoðun sem er þá bara gengið með fólkinu og mjög lítil skýrsla. En venjulega þá bara ástandsskoðun svo við mætum, við skoðum allt sem viðkemur húsinu nema lagnir. Já. Og við rakamælum ef við sjáum raka, við notum hitamyndavélar, við skoðum sjónskoðun rafmagn og allt annað og skrifum niður á skýrslu og skilum henni til fólki með myndum og skrásetningu hvað þetta er í húsinu og svona hvað þarf að fara betur og hvað að. Akkurat. Og þessar skoðanir ekki mikilvægar? Jú, þetta er gríðarlega mikilvægt og hefur hjálpað mjög mörgum allan sem við höfum lent í og hjálpað þeim að hafa náttúrulega komið upp blindi galla sem fólk hefur ekkert vitað af. Já. Það er ef þú værir ellendis, byggjarvarar að fara að kaupa eign ellendis, þá þetta gert áður en húsið er fyrir á sölu. Þá liggur fyrir skýrsla sem segir það að þú ert búinn að fá matsmann til þín til þess að ástandsskoða eignina og hann fer bara yfir allt og skráir sögu húsins, hvað er búið að gera, hvað þarf að gera, hvað er að og hún liggur svo fyrir við sölu. Og þetta er bara mjög skrítið að þetta sé ekki komið á Íslandi. Já, mér finnst þetta svolítið merkilegt. Þú segir að þetta er víðast hvar erlendis. Er ekki svolítið sérstakt að það sé ekki í lögum á Íslandi að það eigi ástandsskoða fasteign áður en hún fer á sölu? Jú, í rauninni er skrítið að það sé ekki búið að gera. Það var talað að gera þetta breytt lögunum 2000-2001. Það var talað að fá þetta inn og var ekki gert. Nei. Síðan kemur þetta núna mikið meira í umræðuna og fasteignasalar eru meira hlynntar þessu. Þetta er auðveldar mun meira að galli eða hvað er að eigninni liggi fyrir sölu. Myndi spara náttúrulega gríðarlega vinnu og lögfræðikostnað og alls konar dót sem fólk er að lenda í óánægju og allt saman. Og ellendis er svoleiðis að fólk fær skýrsluna og lesa hana og fer yfir hana og það sér þá hvað er búið að gera, hvað þarf að gera og veit þá og er kannski meira svona mótivera fyrir því hvað það er að fá í hendurnar. Já, það er bara allt upp á borðan. Það er allt upp á borðan. Já. Það er ekki hér. Hér situm við í því ástandi að fólk lendir í því að vera búin að kaupa eign sem er kannski nýmáluð eða nýbúið að taka hann í gegn og það er kannski búið máli yfir eitthvað sem á ekki verið búið máli yfir, Já. Og svo komum við oft og mælum og þá er kannski bara raki eða það er mygla eða hvað sem er, Og þess vegna finnst maður oft í þessari umræðu sem er búin að vera undanfarna mánuð og ár, myglu hér og þar og raki hér og þar. Þá finnst mér að þetta ætti að vera að koma í lögin. Já, sjálfsögðu. Og þegar þú ert að taka út þessar fasteignir, þessar ástandsskoðun, ég meina, ertu ekki að rekast á fullt af, við skulum orða það svo leyndum göllum? Jú, við erum að komast að mjög mörgum hlutum sem við viljum ekkert komast að, en við erum ekki alltaf boðbera skemmtilegur efni, Nei. Við erum, í dag er þetta fyrir að það er fólki sem er kaupandinn sem biður okkur að koma og taka þetta út fyrir sig. Kannski það þekkir ekki eða vil fara og bara láta betur skoða eignina sína. Og við erum oft náttúrulega að sjá hluti sem gerir það verkum að fólk bara hætti við, Já, það er bara alveg svoleiðis. Fólk setur yfirleitt, þú gerir kauptilboð, þá segir kauptilboð við fyrirvarum fjármögnun og allt þetta og fyrirvarum ástandsskoðun. Og þá er það að fá reyni hlutlausan aðila til þess að koma og skoða og taka út eignina sem fær skýrslu yfir og staðinn fyrir að fá kannski, eins og var oft í gamla daga, ég keypti minni fyrstu eign og fór pappa til að koma með mér og skoða og gera þetta og þá setur maður sjálfan sig meira ábyrgð heldur að vera með hlutlausan aðila. Og þetta hefur verið að aukast gríðarlega og er mjög mikið að gera hjá okkur í dag. Það er bara svoleiðis. Já, þið finnið fyrir mikil aukningu og fólk er miklu meðvitaðara heldur en áður. Og líka fasteignasalar eru líka að benda á að fólki að gera þetta, að taka þetta út sem mér finnst alveg frábært, Og ég held að ég vona að þetta verður bara sett í lögin. Það er bara það sem við vonum.
Já, það er alveg. Þetta er mjög mikilvægt og get vel ímyndað mér það. Því að náttúrulega stærsta fjárfesting sem að flestir fara út í að kaupa sér fasteign. Það er það. Já, og mikið í húfi. Það er mjög mikið í húfi og líka ef að fólk er að lenda í því að kaupa eign og svo er það búið að leggja allan peningin sín í þetta og svo kemur upp galli eða það kemur eitthvað sem það allt í einu reiknaði ekki með. Já. Þá er það komið kannski var á vistunu og þá kannski færið það alveg á brúnina. Sumir eru bara ekki að meika þetta. Kostnaður getur verið gríðarlegur sko, að gera þetta. Kemur bara þetta er ófyrirséður kostnaður sem að fólk veit ekki af. Já. Akkurat. Og svo er líka þegar fólk er að kaupa í fjöleigna húsum og þá er kannski húsfélag og það stendur eitthvað að eigi að gera eitthvað eða stendur það ekki að gera eitthvað. Svo kannski fólk nýtt flutt inn og þá er alltaf kallar húsfundur og okkur að taka þakið. En sem kannski fólk hefði vitað eða kallað mig og sagt að þakið er í svona ástandi, en það þarf að taka það annarkot eftir 1 ár eða mánuð eða viku, það er bara ónýtt eða hvað, það fengi það. Gluggar eru fúnir, það er búið að mála yfir skemmt, það er búið að taka botnstykki og laga það eða gera við fúa, þetta er sem við sjáum. Sko. Já, akkurat. En að það, ég myndi segja bara eitt besta heilræði sem getur gefið fasteignakaupendum að það er að panta sig ástandsskoðun að það kaupi sér nýja fasteign. Já, þetta sem er best að vera. Það er bara að gera að panta sér ástand og það er ekki það dýrt að það margborga sig. Já. Og svo bara reyna að koma þessu laun, það verður kannski það besta sem gerist. Já, þá er það langbesta. Það var langbesta. Já, takk kærlega fyrir þetta. Ekki máli, hvað gerir. Já, gjörðu svo vel. Takk. Fleira verður ekki í þættinum að sinni, en við sjáumst af viku liðinni. Verið sæl.